Gauk, áskilið þér. Nei, þetta er málsmeðferðartillögum að vísa henni inn og við erum búin að afgreiða það að það er samþykkt með 9 atkvæðum að vísa henni. Þá er það 4. dagskrárliður sem er umræða NPA í Reykjavík og þá tekur borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir fyrst til máls. Forseti borgarfulltrúar. Fyrir skömmu, bara í haust, samþykktum við í borgarstjórn ályktunartillögu til þingsins að hvetja þingið til að ganga frá löggjöf NPA og tryggja fjármagn. Man nú ekki greinlega hvernig hún var orðuð en hún var samþykkt samhljóða. Og því vísað áfram til þingsins. Hins vegar staðan sú að þar ekki komin nein lausn mála og við erum komin inn í miðjan nóvember og nú áramótin rennur út tilraunaverkefni NPA. Og það gerir Reykjavíkurborg. Það tekur ekki ábyrgðina af Reykjavíkurborg með hvernig með það fólk sem nú hefur búið við NPA-þjónustuna fer. Og við þurfum svolítið að vera með skýr svör og við getum ekkert, mér finnst ábyrgðin liggja alveg jafn mikið hjá okkur og hjá ríki. Í allri stefnumörkun þjónustu við fatlaða, þá höfum við kosið að fara þá leið að bjóða fólki vera lengur heima, bjóða því í þjónustu þar sem að það getur haft hann eins sveigjanlega og hægt á þeirra eigin forsendum. Þetta er bara stóri hljómurinn í allri stefnumótun borgarinnar. Þannig að það fríar okkur ekkert ábyrgð að segja að ríkið mun ekki koma með áframhaldandi fjármagn vegna þess að við höfum hvort þetta greitt langmestan hluta í þessum breytingum. Nú það svo að ég held að inn á fjárhagsáætlun eins og hún stödd í dag þá sé gert ráð fyrir að þeir sem eru núna með NPA-samninga geti haft þá ennþá í núverandi formi í 9 mánuði. Ekki út allt árið sem skrítið og mér finnst að við þurfum að tryggja fjármagn til allavega þeirra sem eru með samningana núna, svo þurfum við einnig að tryggja fjármagn í þá vinnu sem við verðum að fara í, við sem erum að vinna af stefnumótuninni og eigum að vera að tryggja fjármagn til þjónustu eins og þessara sem gríðarlega mikilvæg og allt of viðkvæmt til að einhvern veginn að falla undir þessu óvissu. Þá þurfum við auðvitað að gefa okkur tíma, við erum að gefa okkur tíma sem fyrst í að fara að fjalla ef ekki verður að NPA löggjöfinni, þá enga síður þurfum við að ákveða hvernig við ætlum að bregðast við. Ætlum við að búa til einhverja nýja tegund þjónustu sem getur ekki heitið NPA, mun heitið einhver sveigjanlegri þjónusta, einhvers konar beingreiðslusamningar eða hvað, eða ætlum við bara að hella okkur út í NPA þrátt fyrir allt. Ég bara stend frammi fyrir því að mér finnst að fulltrúar í borgarstjórn verði að tryggja fjármagn í þetta verkefni. Annað væri bara algjörlega óábyrgt og einhvern veginn algjörlega verið að vísa frá sér því verkefni sem við okkur blasir. Því að þó að þetta segja að ríkið kom ekki með sinn hlut, þá hann svo lítill. Við erum hvort að borga 75% af öllu því sem NPA-þjónustuna varðar. Við munum áfram þurfa að tryggja fólkinu þjónustu. Og ég efast að það verði okkar vilji hér í þessum sal að fara að snúa tilbaka með þá þróun sem þó hefur náðst í gegnum tilraunaverkefnið. Þannig að mér finnst að við þurfum að ræða þetta allavega að gefa okkur tíma og koma í svo fyrir að það fari auki fram fjármagn inn á fjárhagsáætlun næsta árs. Mér langar svo líka bara að heyra eins umræðu þetta ef að fleiri vildu ræða þetta. Ég býst nú við að fólk allavega sem situr í velferðarráði sé sammála mér það að þetta bara gríðarlega mikilvægt og það verður ekkert framhjá þessu horft. Ef að fjárhagsáætlun verður samþykkt eins og núna, þá erum við ekki með nægt fjármagn
og það þýðir bara að fólk verður í uppnámi með líf sitt og við erum að tala þjónustu og aðstoð sem fólk þarf við bara til þess að bara fara í gegnum daglega lífið. Bara frá því að komast í fötin, fara á salerni og annað slíkt. Og mér finnst bara ekki að við getum skilið slík verkefni eftir í óvissu. Þannig ég myndi gjarnan vilja fá að heyra í ykkur með þetta, hvort að þið hafi ekki hugsað að auka fjármagnið inn á þennan lið fyrir árið til að hafa það allavega svona full fjármagn þó að við þurfum auðvitað líka tíma til þess að móta enn frekari þjónustu. En þá vil ég bara vekja athygli á þessu að það er ekki búið að ganga frá þessu verkefni. Þegar maður horfir á fjárhagsáætlun velferðarsviðs og því ákveði að taka þetta upp hér í þessum sal. Þá hefur borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir næst á mælendaskrá. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það er ekki langt síðan við ræddum hér NPA síðast í þessum sal og sjálfsagt að ræða það mikilvæga mál hér. Við höfum beindum þá sjónum okkar til ríkisins, til þeirra sem eiga að lögleiða þjónustuna og fjármagnana. Okkur finnst mikilvægt að það komi rammi frá ríkinu, bæði það hverjir eiga rétt á þessari þjónustu, þannig að það sé sambærilegt helst allt land, að fólk geti gengið að þessari þjónustu alls staðar. Við viljum líka að ríkið fjármagni sinn hlut til framtíðar, þannig við vitum einhvern veginn hvað það sem við eigum að fara að þróa áfram. Og mér finnst sá bolti sannarlega ennþá vera hjá þinginu og miðað við hvernig stjórnmálaflokkarnir allir töluðu fyrir kosningar, þá hlýtur það að vera að þar sé konsensus það að samþykkja þetta fyrir áramót. Ég bara trúi ekki öðru. Nú á fimmtudaginn málþing þar sem NPA verkefnastjórnin að skila af sér og kannski kemur eitthvað þar fram sem mun varpa ljósi á framhaldið á NPA þjónustunni á Íslandi. En þetta auðvitað orðið rosalega langt tilraunaverkefni. Margra ára tilraunaverkefni eins og við höfum oft rætt í velferðarráði, þá það ekki ásættanlegt í rauninni. Þarna búið að framlengja ár eftir ár tilraunaverkefni við ákveðna einstaklinga og meðan aðrir bíða og fá ekki sömu þjónustu. Við erum með 13 aðilar núna sem eru með NPA samning og við munum að sjálfsögðu standa vörðum þeirra þjónustu áfram og við höfum tekið frá fjármagn fyrir okkar hluta af þeim samningum á næsta ári. Og í undirbúningi tillaga það að við framlengjum þeirra samningum ár, en hins vegar þá það erfitt að því leyti að þá erum við að sumu leyti farin að gera upp á milli borgarbúa. Af því þetta orðinn það langur tími og ef þetta þjónusta sem við erum að veita ákveðnum aðilum sem ekki lögbundin og ekki byggð á neinni reglugerð eða lögum, þá þetta ekki svo auðvelt mál. En að sjálfsögðu þá við náttúrulega tókum þátt í þessu tilraunaverkefni. Við viljum þróa þjónustuna þannig að notendastýrð persónuleg aðstoð verði möguleiki fyrir fleiri borgarbúa heldur en nú er. Það í takt við stefnu borgarinnar í þjónustu við fatlað fólk. Það líka í stefnu nýrri mannréttindastefnu, nýsamþykkti mannréttindastefnu. Þar má í rauninni lesa út að þar viljum við sjá notendastýrða persónulega aðstoð. Við viljum að allir geti tekið þátt í samfélaginu óháð einhverjum ytri þáttum eða fötlun eða nokkru öðru og við viljum koma í veg fyrir hvers konar mismunun. Þannig að ég held að það sé rétt sem að borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir segir hér að við þurfum að vera bara í startholunum þegar að ríkið gefur út vonandi einhvers konar lögfestingu á þessu, einhver skilaboð, einhver leiðbeiningar til sveitarfélaganna það hvernig þau sjá þetta fyrir sér, að þá verðum við bara snögg í því að útfæra það hér.
En við getum ekki látið fólki sem hefur verið með NPA-samninga bíða á milli vonar og ótta einhvern veginn eftir því að þetta takist. Þannig að þetta er flókin staða. En mér finnst mikilvægt að við tökum þetta einhvern veginn ekki fangi því þetta er verkefni ríkisins og þetta var tilraunaverkefni sem sett af stað af ríkinu. Við tökum þátt í því og við erum sannarlega heilsugur ennþá í þessu verkefni og viljum sjá þetta sem framtíðar þjónustuform. Það var borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúi Elín Oddný borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir var búin að óska eftir því að veita ansvar við ræðu borgarfulltrúans. Já, eins og ég vissi þá erum við nú frekar sammála í þessum málum, svona almennt. Hins vegar finnst mér það að benda á ríkið sem að koma með 25% af fjármagninu inn í þessa fáu samninga sem þó eru og segja það einhvern veginn sú óvissa taki ábyrgðina af okkar öxlum af því að horfa til þess að við eigum að tryggja þjónustu við þetta fólk. Við eigum að tryggja þjónustu inn í þessa samninga, ekki nákvæmlega eins og þeir eru núna, þetta verðum við að fjalla hvernig. Við þurfum tíma til þess og við þurfum að bregðast við hratt og við þurfum líka fjármagn til þess og það er ekki fjármagn inn í rammanum. Það eru núna 12 held ég samningar í gildi, voru uppalega 14, en það voru hátt í, ég held að vera 35 eða fleiri sem sóttu á sínum tíma, þeim örugglega fjölgað og svo það þannig, ég get ekki annað síðan, það vanti alveg 75 milljónir inn á árið til þess að bara sinna því sem í rauninni við höfum skuldbundið okkur í gegnum tilraunaverkefni. En þá stendur eftir þessi stóra spurning að því borgin með sinni stefnumörkun búin að segjast alltaf fara að feta ákveðna leið. Og það leiðin sem að NPA-verkefnið í rauninni svolítið að taka núna og kenna okkur ýmislegt, að komi mat að því verkefni. Enga síður, þrátt fyrir, segjum að verði ekki af þessu, að þá það okkar skylda að fara að fjalla hvernig við ætlum að taka skrefið í þeirri stefnu sem höfum markað með enn meira mæli því mér líður smá þannig að sé verið að skýla sér með einmitt tilraunaverkefni sem nær aðeins til mjög þröngs hóps og ég held að við eigum að vera aðeins brattari og framsaknari í að reyna að koma í veg fyrir þá óvissu sem gæti myndast. Það var borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir lokið að veita ansvar og svarar ansvari borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég alveg sammála því að við berum ábyrgð á þjónustunni við þessa 13 einstaklinga sem við höfum verið að þjónusta. Einn vissulega að flytja úr Reykjavík, þannig að það minnkar aðeins umfangið hjá okkur. En engu að síður, við berum ábyrgð á því og við munum standa með þessum Reykvíkingum sem við höfum verið að sinna í gegnum þetta tilraunaverkefni. En við getum ekki farið af stað með nýja þjónustu sem ekki lögbundin og ekki búið að búa til ramma utanum. Hins vegar auglýsir velferðarráðuneytið þetta málþing sem á fimmtudaginn þannig að það hafi orðið þar sem nú séu einhver kaflaskil í þessu verkefni og nú ég að kynna eitthvað stórt og ég vona bara að það sé einhver frumvarpsdrög eða eitthvað sem þau ætla að kynna af því málið vissulega, stóra málið vissulega á þeirra hendi. Við viljum gjarnan þróa þetta áfram en það líka ábyrgðarhluti ef við förum að þróa núna notendastýrða persónulega aðstoð og síðan kæmi ríkið með eitthvað allt annað, einhvern allt annan ramma og hvernig ættum við þá að bregðast við? Þannig ég held að við höfum ennþá tíma til þess að hinkra og vonast til þess að nýtt þing samþykki þetta. Það var borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir lokið að svara ansvari, þá veitir ansvar öðru sinni borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir. Ég nefnilega, forseti, borgarfulltrúar, ég nefnilega held að við höfum ekkert mikinn tíma. Við höfum sett stefnuna, við eigum að vera fylgjenni. Við erum ekkert alveg svona, við eigum að vera
gera það hraðar, þrátt fyrir tilraunaverkefni hér og þar, þrátt fyrir eitthvað heiti NPA eða ekki. Þannig að mér finnst að sko bara það sem í bara stefnu Reykjavíkurborgar í þjónustu við fatlað fólk á heimilum sínum, það segir okkur alveg skýrt hvert við erum að fara. Og við eigum náttúrulega bara að horfa í það. Það í rauninni sá rammi sem við hér höfum sett og eigum að fylgja. Algjörlega óháð því hvað ríkið að gera. Þannig mér finnst það vera alveg nægur rammi utan verkefnið og þá eins og ég sagði áðan, þá verði NPA ekki að lögum, þá þurfum við að finna upp eitthvað nýtt form sem sveigjanlegra og svona meira gefur fólki meira færi á að njóta þjónustu á eigin forsendum. Það það eina sem ég að segja. Og ég held að því að það liði svo langt árið og þrátt fyrir það að velferðarráðuneytið sé að auglýsa málþing sitt og það, þá megum við ekki gleyma því að við settum okkar ramma sjálf, borgarstjórn, og við erum algjörlega með skýrlega skrifað hvert við stefnum. Hins vegar erum við svolítið að draga lappirnar og kenna öðrum ég hrædd ef við ætlum ekki að setja fjármagn í þetta verkefni á næsta ári. Því annars lendum við bara á vegg. Við lendum bara á vegg í vor þegar velferðarsviðið uppgötar, eða eins og það veit nú þegar, að fjármagn verður ekki nægt. Það var borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir lokið við það að veita andsvar öðru sinni. Þá svarar andsvari öðru sinni borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir. Forseti, borgarfulltrúar, ég held að við eigum enn svo lengi, segi ég hérna, ég held að við eigum ennþá að bara standa við þá áskorun sem við sendum þinginu, ekki fyrir svo löngu síðan, og treysta því að þetta verði leyst þar. Mér finnst máli vera þar og ég held að við eigum ekkert að minnka þá pressu sem við höfum sendt þangað að klára málið. Þetta snýst heldur ekki bara Reykvíkinga, þetta snýst líka fatlað fólk út allt land sem langar að geta átt frjálst og sjálfstætt líf, geta flutt á milli sveitarfélaga og bara ráðið sínu lífi sjálft. Og mér finnst líka að við höfum talað það að við viljum vera í fararbroddi í mannréttindamálum og þetta sannarlega mannréttindamál fyrir fatlað fólk. Þannig að bara ég vona innilega og bara persónulega skora á nýja þingmenn og alla þingmenn að bara beita sér í þessu máli og samþykkja það. Þetta stórt mál og þetta mannréttindamál og þetta skiptir okkur öll máli. Þá borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir lokið við það að svara andsvari öðru sinni og andsvörum lokið. Þá borgarfulltrúi Elín Oddný Sigurðardóttir næst á mælendaskrá. Já, kæru borgarfulltrúar, eins og fram hefur komið hérna þá á þetta mál sér langan aðdraganda og þetta tilraunaverkefni, ef svo hægt að kalla, hefst 2011 og stóð fyrst til að lögfesta verkefni árið 2014. Og ég veit ekki ykkur en mér finnst tafir þetta verkefni í 2 ár og þá jafnvel 3 ár ef ekkert bólar á innleiðingu nýrra laga núna áramótin, benda til bara slæmra vinnubragða í þinginu og sofandahátt sama hverjir þar hafa verið við völd. Það nefnilega þannig að eftir að málaflokkur fatlaðs fólks flutti frá ríki til sveitarfélaga árið 2011 þá hafa hagsmunasamtök fatlaðs fólks og notendur þjónustu bent á mikilvægi þess að jafnræði ríki í þjónustu á milli sveitarfélaga. Fötluð kona sem ég talaði við í fyrra, hún lýsti þessu sem nokkurs konar vistarböndum. Hún getur ekki flutt úr Reykjavík upp í Kópavog nema hafa áhyggjur af því að missa þjónustu. Og það náttúrulega algjörlega ólíðandi. Það algjörlega ólíðandi að árið 2016 búi fatlað fólk í vistarböndum á Íslandi. Þannig að áhyggjuefni mitt, og ég tek algjörlega undir allt sem Áslaug sagði, við eigum að vera í fararbroddi, við eigum að fylgja eftir okkar stefnu og það hlutverk fulltrúa í velferðarráði að tryggja fjármagn í þennan málaflokk, að þá getum við ekki gert það þannig eins og einhverjar tillögur sem ég hef heyrt af út í bæ gerir ráð fyrir að sveitarfélög fara að útfæra þessa þjónustu. Sem sagt, hverjir eiga rétt á henni, grunninn að því, og svo náttúrulega útfærslan annað, en hverjir eiga í grundvöllum rétt á þjónustunni hlýtur að vera algilt
vera yfir allt landið og óháð því hvort þú búir í Reykjavík eða Raufarhöfn. Þetta er bara mjög stórt mál. Og ég tek undir það sem að Heiða sagði með að við bara treystum á það að þingið klári þetta. Þetta er nú farið að vera svona frekar klúðuslegt fyrir Alþingi að hafa ekki klárað þetta verkefni á þeim 6 árum sem það hefur staðið yfir. Og svo tek ég líka undir áskorun og tek til mín áskorun Áslaugar að við þurfum að vera tilbúin. Við þurfum að vera með einhver raunhæf plön og áætlanir og útreikningar það hvernig við ætlum að gera þetta. Og það þarf að gerast bara núna. Það er ekkert hægt að bíða með það. Takk fyrir. Það var borgarfulltrúi Elín Oddný Sigurðardóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir óska eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Já, ég þakka borgarfulltrúa Elínu Sigurðardóttur. Já, fyrir sko, ég held þetta sé þannig og sko, alveg sama hvaða þjónusta verður. Það mun, sko, að því að við erum búin að halda þetta tilraunaverkefni, hefur haldið eins og pottlokki ofan á ákveðnum hópi. Það er svona búið að halda ákveðnum þörfum frá. Við munum aldrei vera í minni fjárþörf en við erum þetta árið á næsta ári. Það er hugsanavillan í fjárhagsáætluninni núna. Þannig að það er verið að vanmeta málið. Það er verið að horfa ekki til þess að það verða fleiri sem munu koma að biðja þjónustu sem hafa bara verið að banka á dyrnar. Og á þetta er ég að benda og ég vona að ég þurfi ekki að koma einhvern tímann eftir 9 mánuði og segja ég sagði ykkur það. Ég vona ekki. Það var borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir lokið við það að veita andsvar. Þá telst andsvörum lokið og borgarfulltrúi Magnús Már Guðmundsson næstur á mælendaskrá. Frú forseti, ágætu borgarfulltrúar, þakka fyrir þessa umræðu og málshefjanda Áslaugu Maríu Sófusdóttur fyrir Friðriksdóttur byrjaði aftur í þessu fjölskyldu nafnarugli fyrir að hefja umræðuna og sömuleiðis þakka henni borgarfulltrúanum fyrir samstarfið í velferðarráði þar sem er bara mjög gott samtal nákvæmlega þessi mál og fjölmörg önnur þar sem minnihluti og meirihluti vinna saman og tala saman þessi mál að við segja að við varum einhuga þegar kemur að NPA málum og þessa hóps og öll þekkjum við þessa sögu hvað þetta hefur dregist sorglega lengi að fá út úr þinginu ákvörðun þessi mál og meðan standa fjölmargir áhugasamir fyrir utan sem ekki njóta þessara þjónustu og leið hver áramót þeir sem þegar eru inn í verkefninu óvissa framhaldið og hvort ég verði haldið áfram og þeir sem eru í verkefninu núna, það er veruleiki þeirra núna. Það er enginn að skýla sér að bakvið ákvörðun þingsins, en það er ekki heldur hægt að tala léttvægum hættum það að þessi 25% sé bara fjórðungur að sveitarfélagi eins og Reykjavíkurborg muni ekki það fjárframlag. Og af því að Áslaug María Friðriksdóttir borgarfulltrúi hefur verið fulltrúi sambandsins í viðræðunefnd NPA og þekkir þessi mál jafnvel betur en margir hér inni veita að við höfum verið að reyna, þar hefur verið að reyna að hrista á að það ekki verði 30%. Þannig að með því að fara af stað meðan að þingið er ekki búin að taka sín ákvörðun, þá erum við raunir að auðvelda þeim þeirra ákvörðun sem þar sitja ef við getum annað borð veitt þessa þjónustu á þess að fá þessa fjármuni. Og þetta snýr ekki bara til að við ætlum að fjármagna þessi 25% sem eftir standa gagnvart þeim aðilum sem nú eru þegar með samning, heldur þann mikla fjölda sem sem bætist við þjónustuna eftir að það verður opnað fyrir að fleiri geti sótt Það er þetta, eins og ég sagði áðan, ákaflega sorglegt og raunir ótrúlegt að ráðherra
félagsmála hafi ekki náð að klára þetta mál. Ég þekki ekki nákvæmlega hvað hefur gengið á hennar ráðuneytis, hvort sé átök milli ráðuneyta eða flokka þarna í ríkisstjórn og svo framvegis, en vilji þingsins nokkuð afgerandi. Vilji þeirra flokka sem hér starfa í borgarstjórn mjög afgerandi. Þannig að og eins og hér var rifið upp áðan, afstaða þeirra flokka sem buðu fram til þings mjög afgerandi. Þannig að þegar, ekki ef, þegar þing kemur saman, þá hljóta þessi mál að vera eitt af forgangsmálum sem þarf að klára. Það er bara svo mikið undir. Og ég leið mér að vera ákaflega bjartsýnn þegar ég sá fundarboð, eða fekk fundarboð, ætlaði ekki verið fyrir einhverjum viku, 10 dögum á málþing sem haldið á vegum velferðarráðuneytisins á 5. sem líka var komið hér inn og áðan. 7 tíma málþing NPA, að þar jafnvel myndi draga til einhverja tíðinda. Mér finnst þetta mjög kjánalegt að boða til slíks fundarhalda ef það stendur síðan til að gera ekkert meira með þetta. Það á að kynna reynsluna og fara yfir þetta frá ýmsum vinklum og er áhugavert að vesta að það hittir á þannig að við í velferðarráði erum að funda á 5. þannig að við getum bara verið með að hluta af þessu málþingi. Þannig við bíðum en vitum að það er verkefni okkar að vinna svo úr þeirri niðurstöðu og ég ítreka það, ég trúi ekki öðru en að þingið klári máli núna þegar það kemur saman. Takk í dag. Þá er borgarfulltrúi Magnús Már Guðmundsson lokið máli sínu og borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir næst á mælendaskrá. Frú forseti, borgarstjóri og ágæta borgarstjórn. Ég skal viðurkenna það, þegar ég byrjaði að vinna í borgarstjórn, það hafði ég bara svona rétt lesið NPA í fréttunum og fylgst með þessu svona utanfrá. Og og þú veist, eitt af þessum málum sem að maður hreinlega þurfti að setja sig inn í þegar ég tók til starfa. Ég sitt ekki í velferðarráði og þess vegna svona var þetta mál kannski svona lengur að koma til mín. En það sem ég finnst sorglegast þegar við komin að ræða saman er að og í þessari vinnu er að bakvið hugtakið NPA og allt þetta er náttúrulega fólk. Er fólk sem fær ekki þjónustu og það fær ekki að lifa bara svona mannsamandi lífi, lifa með reisn og það er það sorglega. Og ég ætti ekki að stæra að því, ég fór á heimsókn til dæmis Öryrkjabandalagið og til þess að reyna bara að fá svona þeirra sýn og þá er alltaf verið sagt um mig, þarna er fólk og mér voru sýnd myndbönd af fólki sem er lamað fyrir neðan háls og fær ekki þjónustu helgar. Það þarf að treysta á pappa sinn og mömmu eða systkini eða afa og ömmu eða einhvern til að koma. Ég bara í alvöru, er þetta svona ömurlegt hjá okkur? Og það var sérstaklega vakin athygli mín á aðstöðu, fyrstulega aðstöðunni og síðan einhver svona stjórnsýslulegum leikfléttum sem er verið að nota. Við getum endalaust bent á Alþingi, borgarstjóri, við vitum það alveg, við getum gert það og við gerum það í sumum málum. En mér finnst alveg eins og okkur finnst allt tala mannréttindi og eitthvað populisma vera eitthvað viðkvæmt við ræðum kjaramálin okkar sem við ræddum undir fyrsta lið, þá skulum við nú bara hugsa okkur tvisvar og segja það hljóta að vera til
skattpeningar sem við höfum í okkar sjóðum, og við höfum það svo sannarlega samkvæmt fjárhagsáætluninni sem liggur fyrir, til þess að forgangsraða í þágu þessa aðila. Og það vill nú svo til að það er frétt í Stundinni sem að ég ætla bara að fara hérna bara á frekar tilfinningarlegt hérna að róf og fá að lesa með leyfi forseta. Tilvitnun hefst. Já, þetta er viðtal á Stundinni í frétt við Brand, sem að kannski margir eru búin að lesa. Brand Bjarnason Karlsson sem er frumkvöðull listamaður og baráttumaður fyrir réttindum fatlaðra. Og hann segir, með leyfi forseta, Brandur segir að óvissan og biðin eftir betri þjónustu hafi verið mjög erfið. Sífellt var hún veitt vonum að bráðum yrði lífið auðveldara. Þetta eru svör sem við erum að gefa. Hann yrði sjálfstæðari, frjálsari og það hafi því alltaf verið jafnmikil skellur að fá það síðan í andlitið að ekki væru til peningar til að veita honum það þjónustu sem hann þurfti á að halda. Ef mér hefði bara verið sagt í byrjun að ég fái bara 2 heimsóknir á dag og ekkert meira, þá hefði ég aðlagað mig á þeim kringumstæðum, útskýrir hann. En fagaðilin voru alltaf að segja mér að ég ætti rétt á meiru og mamma þyrfti ekki að hjálpa mér. En þegar ég svo fór á stað og reyndi að sækja það þjónustu sem ég var sagt að ég ætti rétt á, tók við mjög erfitt, persónlegt og niðurlegandi ferli. Spurningar á borð við, hvernig eru hægðir þínar, stundaru kynlíf, áttu auðvelt með það, geturðu lýst því. Maður sat þarna og svaraði öllum spurningum samviskusamlega og dró upp alla sína þjáningu til þess að sanna fyrir ókunnum mannesku sem sat á móti þér að þér liði illa og þyrftir aðstoð að halda. Þetta er fólki sem að NPA snýst um. Þetta er hann Brandur sem er lamaður fyrir neðan háls og hann fær enga þjónustu helgar. Og við hljótum og við getum forgangsraða fjármununum í þágu þessa hóps. Og við höfum tækifæri til þess núna að setja þetta á dagskrá og ekki að bíða eftir að ríkið og Alþingi gera eitthvað. Þannig að við höfum það síðan í hend okkar, það verður þá greitt afturvirk þegar þetta verður samið. Við verðum að halda áfram. Sveitarfélög eru stofnuð til þess að sjá lítilmagnan. Þeir eru stofnuð til þess að sjá þá sem að geta ekki séð sig sjálfir. Svo koma önnur verkefni, svo koma hin verkefni og svo komi populísku gæluverkefni. Takk fyrir. Það var borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir loki máli sínu og borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir næst og síðust á mælendaskrá. Forseti borgarfulltrúar, ég ætla nú bara að taka undir með síðasta ræðumanni. Borgarfulltrúa Sveinbjörgu Birnu Sveinbjörnsdóttur. Mér varst hún lýsa þessu bara mjög vel með því að lesa fréttina úr Stundinni. Það eina, þetta er mjög einfalt, það eina sem ég er að segja og benda á í þessari umræðu að þörfin er miklu meiri heldur en verkefni gefur til kynna, tilraunaverkefnið. Ef að lögin verða samþykkt og taka gildi áramótin, mun kostnaður borgarinnar aukast frá því að hann er á þessu ári. Ef að lögin taka ekki gildi, mun kostnaðurinn líka aukast. Og það er ekki gert ráð fyrir þessu í fjárhagsáætlun. Það er hugsunarvilla sem ég vildi að við myndum ræða. Ég heyri að það er ekki mikið svona áhuga á því að ræða það eitthvað, en ég vona að við getum milli fundið eitthvað út úr því að þú veist, þetta bara skiptir fólk öllu máli. Takk. Það var borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir loki máli sínu og þá hafa ekki fleiri kvatt sér hljóðs undir þessum dagskrárlið og telst umræðu lokið. Við förum í 5. mál á